allir gera hart og skart. Rómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg þrumumat. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, já handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Upp á toppum öll svo öskrum við, allir gera hart og skart. Rómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg þrumumat. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappa
hark og skark. Rómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að.
Já, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomin í þessa útsendingu. Það fjórða umferð í Ólafsdeild karla í handbolta sem fer fram hér í kvöld á Akureyri og það Akureyri sem að tekur á móti Aftureldingu í þessum leik. Og það Pétur Guðjónsson og Geir Kristinn Aðalsteinsson sem ætla að vera með ykkur í útsendingunni. Já, Pétur, þetta verður eitthvað. Það er pressa á okkar mönnum. Já, okkar menn án stiga, búin að vera pínu óöfnir en menn skapa sína eigin gæfu og við verðum bara að sækja 2 punkta hérna í dag en frábært lið í heimsár sem að hefur síðustu 2 ár leikið til úrslita titilinn, þannig að þetta ekkert smá lið sem við erum að mæta. Akkurat. Og hafa farið vel að stað, byrjuðu reyndar illa á móti Selfossi heima en unnu svo gríðarlega sterkan sigur útivöll á móti Haukum. Og svo svona hálfgerðan skildur sigur á móti Fram, þannig að þetta verður hörkuleikur og við þurfum, það alltaf að smella í okkar mönnum. Já, akkurat. Og hér verið að kynna liðin og ef við rennum yfir liðin og það lið Aftureldingar, nr. 16 Davíð Hlídal Svansson, nr. 88 Sölvi Ólafsson, nr. 2 Jón Heiðar Gunnarsson, nr. 4 Elvar Ásgeirsson, nr. 5 Unnar Arnarsson, nr. 7 Árni Bragi Eyjólfsson, nr. 9 Hrafn Ingvarsson, nr. 11 Gunnar Kristinn Þórsson, nr. 15 Gestur Ólafur Ingvarsson, nr. 19 Kristinn Hrannar Bjarkason, nr. 20 Birgir Benediktsson, 24 Guðni Már Kristinsson, nr. 25 Mikk Pinonen og nr. 27 Kristoffer Andri Daðason. Þetta lið Aftureldingar og það þjálfari Einar Andri Einarsson og aðrir Haraldur Daði Hafþórsson, Gunnar S. Guðjónsson og Helgi Steinar Andrason. Já, það eru 15 leikmannaskýrslu hjá Akureyri og ég held að sé orðið nokkuð ljóst að Tómas Ólafsson verður ekki með hér í kvöld. Hann meiddist út í Eyjum og mér sýnist auðvitað hann prófaði að hitta hérna upp á hann en ég nokkuð viss hann verður ekkert með. Nei, ég held að það sé nokkuð ljóst. Þannig að lið heimamanna þannig að nr. 16 Bernhard Anton Jónsson, nr. 2 Andri Snær Stefánsson, Stormhúsin sjálf, 4 Patrekur Stefánsson, nr. 10 Hafþór Már Vignisson, nr. 13 Arnór Þorri Þorsteinsson, nr. 15 Friðrik Svavarsson, nr. 18 Arþór Gylfi Finnsson, nr. 19 Kristinn Orri Jóhannsson, nr. 20 Róbert Sigurðarsson, nr. 22 Sigþór Árni Heimisson, nr. 23 Karolis Strópus, nr. 24 Brynjar Hólm Gretarsson, nr. 88 Mynd Ágast Þumsius og þá í staðinn fyrir Tómas kemur inn ungur og gríðarlega efnilegu markmaður sem heitir Arnar Þór Fylkisson og þjálfari heimamanna Sverri Andreas Jakobsson og honum til aðstoðar Ingimundur Ingimundarsson og Petar Ivansik sér vatnið og allt færi vel fram á bekknum og Guðmundur Daði Kristjánsson sér að hlúa þeim sem að meiðast hér í kvöld. Já, og dómararnir það var einhver seinkun hjá flugfélaginu, þannig að dómararnir Bjarki Bóasson og Svavar Ó Pétursson komu hér hlaupandi í hús og hitu upp í snatri og eru klárir í slaginn. Já, við erum nokkur mínútum eftir áætlun en það breytir engum, menn orðnir vel heitir og har fjölgað í húsinu og þó að okkur Pétri finnist gaman að láta hlusta á okkur, þá viljum við samt sem áður hvetja Akureyringa og nærsveitunga til að koma hingað í KA-heimili. Það eru nokkuð sæti laus en þá. Endilega komið þó að sé gaman að horfa á okkur í tölvunni eða sjónvarpinu, þá viljum við miklu frekar fá okkur á staðinn. Já, og það auðvitað það sem að heimavöllurinn hjá Akureyri á að vera. Það er ljóna grifjan. Það bara þannig. Og mjög mikilvægt auðvitað fyrir lið Akureyri að sækja, eins og varst að tala áðan fyrir útsendinguna, Geir, að verða að sækja stigin hérna heima. Það er alveg frumskiliri. Aftureldingar með 4 stig eftir 3 leiki, heimamenn eru með án stiga eftir 3 leiki. Það verður gaman að sjá hvernig þetta fer. Afturelding byrja með boltan, hefðbundin liðsuppstilling hjá þeim. Gunni Mall í vinstra horninu. Við kvöldum hann ekkert Gunnar Mall hérna á Akureyri. Og svo þetta hefðbundir Mikk Pinonen í vinstri skittunni. Þeir byrja hérna á hefðbundu leikkerfi. Vörnin hjá Akureyri hefur verið fín í vetur og sóknin hjá Aftureldingu verið mjög góð og hann skorar. Þessi leikmaður hefur spilað gríðarlega vel í vetur, Árni Bragi Eyjólfsson. Þetta var svona tiltölulega sannfærandi hjá fyrsta sóknin hjá
Þetta var 20. marki hans í vetur, hann kom með 20 mörk í 90 mörk í 3 leikjum og skora hérna. Þetta er gríðarlega öflugur leikmaður og það þarf að passa að hann fá ekki svona opin færi. En þá er það Akureyringar í sókn og þá er það Myndi. Já, auka kast. Við erum nú með, þetta eru öfluga skittur þarna sem við erum með, það er ekki árennilegir þessir. Nei, Strópus, örfendaskittan er góður leikmaður, hann er líka móti einu besta varnarmanni á landinu. Já, já. Gunni Mall er alveg fáránlega góður varnarmaður. Þetta var nóþarri. Hann er ekkert endilega hávægsinni, hann er alveg, það er hrikalega erfitt að fara í gegnum Gunnar Mall 1 og 1 og Strópus eftir að finna fyrir því í kvöld. Og Akureyringar missa boltan hérna á honum aftur. Nei, boltinn er dæmdur að þeim. Og Afturelding leggur á staði sóknina og nú þarf Akureyringar að vera sprækir í vörninni. Já, Elvar Ásgeirsson spilar á miðjunni, hann greinilega leita mikið út hægra megin og fær Birki inn á miðjuna, sama kerfi og í fyrstu sókninni. Birki Benediktsson hérna hægra megin, þetta er gríðarlega efnilegur strákur, hann er lykilmaður í 20 ára landsliðin okkar, spilaði stórt hlutverk á EM í sumar hjá Óla Steff og félögum. Jæja, þetta var vel gert. Nick Pinnon er með skotana beint á Benna sem grípur hérna boltan. Gott fyrir hann að komast inn í leikinn. Já, rétt fram hjá Myndi. Já, Myndi með skotana mjá. Vel gert. Þetta var vel gert. Róbert fiskar hann að Rauðninginn. Og Pinnonen, vel gert. Sissi. Myndi. Opna fyrir Kristján og Kristján skorar alltaf. Glæsilegt mark. 1-1. Kristján Orri Jóhansson, hann er búinn að klikka óvinni mörgum færum í vetur en það er búið núna og hann klikkar þetta ekkert oftar í vetur sem er þá gríðarlega góður slúttari. Búið með það bara. Það var vel spila hjá okkar mönnum. Já, þetta var vel gert. En til að klára að fara yfir sóknarlið gestana þá er Árni Bragi Eyjólfsson í hægra horninu, gríðarlega flottur leikmaður og þeir missa boltan. Vörnin virðist alltaf að vera í stuði hjá okkar mönnum í dag. Það er gott, Róbert kemur keyrandi. Strópus. Róbert aftur. Tryggast. Davíð Nýdal í markinu, búinn að gera teygirnar sínir í dag. Varði vel. Róbert á eftir að skora held í 1 mark í kvöld, hann er búinn að skora 1 mark í öllu leikjónum 3 og með 100% nýtingu í vetur, hann er ekki ennþá klikkað á skoti. En þá koma okkar menn. Sissi, Strópus. Klipping á Sissast. Strópus í lofti. Og Davíð en á boltanum aftur. Glæsilega gert hjá Frikka. Friðrik Svavarsson tekur frákasti í loftinu og setur hann í markið. Vel gert, 2-1. Og áhverjum taka vel við sér. Já, fín stemming í húsinu. Já, vörnin flott. Já, það takast á í vörninni. Á línunni í Aftureldingu er Jón Heiðar Gunnarsson sem kom í sumar frá IR. Mjög öflugur leikmaður, mikill reynslubolti. Ekkert sá hraðasti en gríðarlega sterkur á fótunum. Já, mér líst vel á vörninni okkar mönnum. Já. Nick Pinnonen aftur með skot, nú framhjá. Hann er búinn að klikka á 2 skotum inn í byrjun. Strópus. Þegar vörnin er svona öflug eins og í okkar mönnum þá fara menn að taka skota leikara færi og það er þessu við viljum. Akkurat. Strópus, Sissi. Tumsius. Við kallum hann Myndi. Myndi, já, sko kalla Myndi.
Sissi, já, fyrir aftan er hann og út í hóttir. Nei, já, boltið og fer hann aftur fyrir. Já. Skemmtilega leikmaður hann Sissi, hann gefst ekki upp. Gutt spjald á Birki, fór hann aðeins aftan í Sissa. Við látum boltan fljóta vel hérna. Það er meiri hraði í sókninni á okkar manni heldur en verið hefur. Það er jákvætt. Já, mjög jákvætt. Sóknin hefur verið svolítið þunglamaleg. Fína klippingar. Fríkast. Já. Hendin komin upp hjá dómarunum. Og nýju reglurnar eru þannig að þá höfum við 6 sendingar úr að móða áður en að leiktöðin verður dæmt. Og það endur nýjast ekki þó að fáum fríkast. Glæsilegur sænskur. Glæsileg spil. Tókum hann að sænsku brelluna og Sissi setur hann upp í samskeytin nær. Þetta var vel gert, þetta lofar góðu, Geir. Þetta bara lítur mjög vel út. Akureyri. 3-1 fyrir heimamenn, lítur vel út. Og ég hef á tilfinningunni eftir þessar tæpu 7 mínútur að þetta verði fjörugur leikur. Já, kemur Birkir með flott skot. Hann er góður í þessu ef hann fær pláss neður. Og núna kostum við boltan beint í hendurnar. Frikki tók litblindun á þetta og sendi beint á rauðan. Af Árna Braga Eyjólfsson sem að bara þakka kærlega fyrir sig og lagði það í sókn. Frikki hefur alltaf kunnað vel við hann á hvað að senda á hann bara. Já. En já, ef að Birkir fær flugbrautina þá er það bara mark. Hann er ríkalega fastur en það þarf bara að brjóta á honum. Kemur hann. Galopnast allt fyrir Elvar og hann setur hann upp í samskipti. Elvar Ásgeirsson setur hann. Ef hann fær svona færi þá var það mark. Já. Þannig að opnaðist vörnin. Og hann jafnar stað 3-3. 3-3. Vörnin í Aftureldingu hefur ekki verið alveg eins góð að þeir vilja í vetur, ég veit það. En þeir eru fastir fyrir. Já, og þeir eru fastir fyrir en þeir hafa spilað glimrandi sóknarbolta en vörnin, ég veit þeir eru ennþá að vinna í varnarleiknum og vilja hafa vörnina betri. Já. Vonandi smettur það ekki hér í kvöld samt. Nei, en það er ekki nóg að vera fastur fyrir, maður verður að geta varist. Algjörlega. Lindeði Sissi, Strópus, hann er með flottar fintur og Strópus og opna fyrir Sissa, vel gert Sissi. Við viljum að Sissi springi út, hann er búinn að vera efnilegu lengi og er góður en hann vantar svona hestlum minnun að vera frábærleikmaður. Hann hefur allt, gríðarlega metnaðarfullur og æfir vel. Þannig að þetta mun smella hjá honum. Það sést langa leiðir að hugafærið er alveg á hreinu. Það er alveg upp á 10, alveg upp á 10. Og hann að kasta aftur boltanum út af. Og Akureyringar leggja stað í sókn. Pinnonen eins frábær leikmaður hann og hann er, þá var hann búinn að koma 2 tæknifeila á og 2 klikk sem er jákvætt fyrir heimamenn. Já. Staðan 4-3 fyrir Akureyringa. Kemur gamla góða leikkerfið þar sem að línumaður sækir boltan og setur hann á hægri skiptuna. Við spilum áfram. Lindeði Sissi, Strópus. Já, þeir eru með flotta varnarmenn í bakvörðunum sérstaklega, finnst mér. Birki og Gunni Mal eru rosalega flotti varnarmenn. Svo ekki svona minnsta turnana þarna milli þeirra. Þeir eru ekkert árennilegir. Þetta á að vera veisla eins og fyrir Sissa sem er snöggur á fótunum. Að vera með svona stóra menn á móti sér sem eru svona frekar hægir á löpunum. Linde, Sissi. Kristján Orri, Lindi. Þunglamaleg hreyfing en ég vil sjá Sissa fara meira á þá. Sjá Sissa fara meira á Jón Gunnar og Hrafn. Og hann tók vörnin, skoti á Strópus. Og voru ekkert sérlega ósáttir með það. Þetta eru turnar. Strópus. Nú erum við bara farin að hnoðast. Og hendin er komin upp. Og eins og ég sagði áðan, þá eru nýju reglurnar þannig að við höfum 6 sendingar. Svo er dæmt leiktöf. Nú er þetta ekki... Þarna fór 7. sendingin. Þetta væntanlega að það verið 7. sendingin sem Andri fekk. Ég taldi það nú ekki, þetta er fljótt að koma. Þetta gerir það ekki auðveldar að dæma handbolta og þurfa að telja sendinga líka. En ég ætla að gefa mig það að þetta hefði verið 7. sendingin. Þannig hann gaf opnaði hornið. Og þetta má bara ekki. Þetta er að ég sagði ef þessi drengur fær flugburtina
Honum er alveg sama hvort hann er á 9 metrum eða 11 metrum. Hann er svo fastur. Já. Flottur handboltamaður, framtíðar landsliðsmaður. Já. Og þá staðan jöfn, 4-4 og Akureyri í sóks. Sissi, Minde og Strópus. Veistu, Andri Snær hálf einmann í hóllinu þarna. Já. Við spilum greinlega upp á það að Sissi lendi einn á móti Birki, að Birki lendi einn á móti Sissa. Já. Það fríkast. En ég veit ekki hversu snuðut það er, ég held að Birkir sé sneggri af hóttónum heldur en Jón Heiðar og Jón Heiðar og Hrafn. Þannig að ég myndi bara velja sjá Frikka víkja frá og Sissi færi beint á turnana. Já, þetta var skemmtilegt. Vel gert hjá Strópus. Strópus upp. Og kemur Akureyri yfir. Fyrsta markið hans. 5-4. Þá er bara að loka vörnin aftur. Við erum með Strópus og Róbert í þristunum í vörninni og svo erum við með Frikka hérna vinstra megin í vörninni og Kristján Orra hinum megin. Það má opnast hotni enn og ný. Já. Hann segir hann að fara í síðuna á honum. Já, ok, við þurfum bara að beygja okkur undir það. Mér fannst hann ekki koma við hann, en þetta er svona vítakast. Enda réttilega, eins og bendir réttilega og það er ekkert alltaf auðvelt, gerir ráð fyrir að dæma handbolta. Nei, það er sko ekki auðvelt. Og það er Árni Bragi Eyjólfsson sem tekur vítið og skorar. Já, setur hann. Góðu vítaskipta, góðu leikmaður. Já. Árni Bragi Eyjólfsson. Það leggjum það stæðsótt 5-5. Fer vel að stað. Já, hann gerir það. Sóknarleikurinn lítur ágætlega út hjá okkur betur en hann hefur gert. Meiri hraði. Kemur Kristján Orri. Já, þreföld klipping og Sissi. Sjáu þið! Það er þetta sem ég er að tala um. Ef þeir fá Sissa tuðandi fá hann einn á móti einu, þá lenda þær aftan í honum. Já. Og það er bara tímaspursmál hvenær þeir fá gult og svo 2. Já, einmitt. Sjáu, vel gert, æsileg sending. En vel varið líka hjá Davíð Hvítal. Já, Davíð er náttúrulega einn af bestu markmönnum Íslands. Já. Og búinn að vera mjög góður í vetur. Það er frábæra móti fram í síðustu umferð. Það verður hins vegar að segjast að það er akkilleshællinn hjá Frikka, það er slúttinn. Hann verður að slúta betur, hann er allt og oft með í kringum 50% nýtingu. En línumenn og hotnamenn verða að vera með nær 80%, það er bara þannig. Fín vörn sem endar með því að Birkir skýtur yfir. Guðni Már kominn í sóknina. Akureyri. Klipping, Minde, Strópus. Stillum upp aftur. Sissi setur upp í kerfi. Það fer kerfi í gang. Sissi dreifir sig út til vinstri sem fyrr. Þannig að því er ekki að senda í 2 hálsmetri segja á Sissa. Nei, það er ljóst. Það er bara ekki að fara að gerast og hann sem er gríðarlega stökkkraft. Nú þurfa Akureyringar að stoppa þetta. Já, vel gert Frikki. Já, afturrætti gróa leikinn. Og við skiptum. Sissi skipti vörn og sókn með Róbert. En það munar 1,5 metri á þeim í hæð. Já, svona það bil. Guðni Már kominn á miðjuna. Það er jafn 5-5. Þeir hvíla pinnuninn, hann er ekki farið vel að stað. Þetta var bara tiltölulega einfalt. Birkir fór hann í gegn og nefndi þess ekki lengur. Já, nú er Andri bara að passa að hotnamaðurinn fá ekki boltan og ég er sammála því. En þá verður líka Frikki að klára sinn mann. Frikki á að vera betri varnarmann en þetta. Staðan 6-5 fyrir gestina. Byrjur rólega og svo setur Sissi eitthvað upp. Eitthvað leikkerfi. Leitar að Frikka hana.
Strópus. Glæsileg vörn. Já, auka gas. Mjög flott vörn hjá Jóni Heiðari. Las þetta eins og opna bók. Þá þarf að þurrka. Ég verði að koma því að þjálfarar Aftureldingar, Daði Hafþórsson og Einar Andri, ég veit að þeir hafa verið í svona keppni sín á milli, koma sér í líkamlegt form og það er hrein unun að sjá Daða, hann hefur skrapað af sér örugglega 10-15 kíló. Já. Því að finnst mér nú Einar Andri eiga lengra í land. Það er vonandi að hann verði duglegur í ræktinni á umvættalæðinu. Er þetta svona áskorun? Já, fyrir við að stað. Sissi, það er gríðarleg barátta á línunni, flott kerfi. Já, þessi maður er svo góður í handbolta. Já. Og þetta var skemmtilegt flott. Þetta rúlaði vel. Það er gaman að sjá að við séum farin að spila meira upp á að opna hornin. Mér hefur fundist að vanta hjá liðinu af því að oft hann ekki hefur verið með frábæra slúttara í hornmálum en þeir hafa bara ekki fengið færin. Já. En nú erum við búin að opna fyrir Kristján Orra í Tvígang og að sjálfsögðu nýtir hann bæði færin á móti frábæri markmanni. Afturölding kemur. Já, það er gríðarlega harka í þessu, guldspjald. Við hefum ekki ennþá mikið 2 mínútur í leikinn. Nei. Það styttist í það eftir sem guldspjaldunum fjölgar. Já. Guðni Már ennþá á miðjunni. Já, stangarskot. Þetta var varið. Hann var rann, Benni varði. Auðvitað varði Benni. Já, Binni kemur í sóknina. Já. Hann skiptir. Afturöldingar sennilega bara hreinlega að hvíla Birkja eins. Gestur Ólafur kom þarna í sóknina. Númer 15. Og nú er Árni Bragi í bakverðinum. Við eigum að nýta okkur það. Já. Þó hann sé fínn varnarmaður þá er hann ekki jafn góður varnarmaður Birkir. Sjáu þið. Já, nú sendur við Strópus á hann. Hendi komin upp. Sjáu þið. Já. Strópus með skott sem vörnin verð. Fríkasta en hendin er uppi. Dómarinn eitthvað ósáttu við að Sverri er eitthvað orðið næstur. Eitthvað að heyri í sér. Mér finnst reyndar báðum megin, mér finnst þeir leyfa svolítið að menn sé konir aftan í og bakgrindingar. Ég hefði myndið að taka strangar á því og ég vissum að Sverri er að kvarti við því. Já. En við finnum í ganga aftur. Já. Við sjáum að Aftureldingar að hvíla menn og þeir eru ekki með eins öfluga vörn núna að þeir byrjuðu með. Og það verðum við að nýta okkur. Myndið með boltan. Þeir eru að hvíla báða bakgrindina. Það er dapurskot, ömurlegt skot. Æfingabolti fyrir Davíð. Það kemur Afturelding. Guðni. Já. Þessi bolti í stöngina hjá Gesti Ólafi. Gestur með skot í stöng. Og við höfum ennþá aftur tækifæri að komast yfir. Akureyringar tekið fast á Strópus þarna. Og þá tekur Sverri hlé. Já, leikliði til heimamanna. Þetta er ágætt spyrjun. Eins og ég segi, Afturelding er frábært sóknarlið og okkur hefur gengið ágætlega að stöða þá. Og á sama tíma hefur sóknin okkar gengið svona ágætlega með að við höfum verið að ströggla. Það sýnir sér best að Afturelding hefur verið að spila meiri markaleiki. Þeir hafa verið svona nær 60 mörkunum og meðan að leikirnir í okkur eru nær svona 40-45 mörkum hjá báðum liðum. Það sýnir sér bara að Afturelding er frábært sóknarlið og leika kannski minni áherslu á vörnina en það er rosalega mikil áherslu á vörnina hjá Akureyri. Já. En sóknarleikurinn hefur ekki alltaf verið til útflutnings, það verður bara að segjast eins og er. Nei, og það er náttúrulega erfitt að fara í 4. umferð fyrir þetta lið Akureyrar og ekki með 1 stig, þannig að það liggur á þeim, gerir ég ráð fyrir. Ef ég treysti einhverjum til þess að berja það inn í menn að berjast og klára svona leik, þá er það Ingimundur og Sverri. Já. Þeim finnst ekki gaman að vera með 0 stig frekar en að vera með Akureyringum. Nei, það er án efa ekki staða sem þeir ætla að vera í. Nei, það ætla ekki að vera henni lengi. En staðan er 6-6, 18,5 mínútur búinn.
Og Akureyri fyrir í gang. Myndi, Sissi, Strópus. Frikki dreifur sér langt til vinstri. Nú væntanlega sækir Sissi Frikka, já. Sama kerfi aftur. Sissi kemur þá einn á Birki. Strópus Myndi. Já. Reynir að koma hann inn á línuna, tókst ekki. Vörnin að þéttast í afturhaldingu, við erum konum með byrjanlega aftur, búin að hvíla menn aðeins. Strópus, Frikki, Myndi, hvað gerir Sissi núna? Já, við missum boltan hérna, hann dæmir ruðning. Já. Ok, afturhaldi kemur á ferðinni, Pinnonen. Já. Kristín Hannar, vel gert á Kristni. Fýll leikmaður, lappar hann í gegnum vörnina og setur hann. Kemur gestunum yfir. Þeirra rúma 10 mínútur eftir. Nú finnst mér sóknarleikurinn í okkar mönnum verið að fara að vera svolítið styrður aftur. Já. Það var miklu meira flot, meiri hraði í byrjun. Nú er það orðið meira hnoð. Já, ég er hrifinn af þessu. Nú er Kristján Orri fyrir utan. Ég vil sjá meira af því. Já. Hann hefur stökkkraft og mjög góð skot. Kristján. Þetta var reyndar ekki gott skot en hafa brotið á honum. Já. Ég ítrykka að það er ekkert grín að fara á Gunnamal. Gæinn er algjört kúbein. Já. Það er vont að lenda á honum. Já. Spilum við þetta Strópus. Sissi. Já, sjáu þetta. Vel gert víti. Ég held að segja að þetta var 2 en ok. Vel gert Sissi. Þetta sé ég að segja, fyrir svona stóra menn og þunga að fá Sissa á sig, hann er eins og elding á fótunum. Já. Þá er það ekki grín, þú ert komin í andlitið á honum, þú ert komin aftan í hann og veist af. Og við þurfum bara að spila meira upp á þetta. Já. Draga línumanninn frá varnarmönnunum, gefa honum pláss, senda hann 1 og 1. Það er ömurlegt að ráða við svona litla og snögga gæja. Já. Andri Snær ævinlega á punktinum. Og hann skorar. En Davíð var í hjónum. Ekki kannski mark ássins endilega, en mark er mark. Stálmúsin ævinlega. Stálmúsin er held ég man nú eftir Stálmús í afturhendingu. Siggi Sveinsson myndi, hann var nú frægur, ég spila átt á mótunum. Já. Og ég reyndi alltaf að horfa ekki framan í hann því að hann var alltaf svona ætlaði að drepa mann. Maður var bara að hugsa hvernig ætlaði hann að drepa mig, en þarna fær Guðni högg í andlitið. Afturhending, skora svo, þetta er réttu dómur. Binni sló hann í andlitið. Vel gert þetta dómurum að láta leikinn fljóta. Staðan fyrir að flauta strax. Mjög vel gert, já. Þannig að fá þeim markið og 2 mínútur. Klassa dómgæsla. Dómarar eigi ekki að flauta þegar sjá að kerfið er að ganga upp og færið er að opnast. Sjálfsögðu er að lefa færið að klárast og gefa svo 2. Vel gert. Maggi Siguróli búinn að setja 4 mínútur síndist með það, hann er búinn að breyta þessu núna. Maggi hann var valið besti tímavörður Íslands 3 ári röð, þannig að við treystum honum eins og 9 netti. Já, það er án ef ekki ástæðulaus. Nei. Þá kemur nýtt afbrigði í afturhendingu, þeir farið 5+1, taka Strópus út, nei, taka Sissa út. Ok, þá á bara að vera meira pláss fyrir hina. Eins og, þarna átti myndi að senda hann á Kristján sem var komin aftan við hann. Þeir eru alveg að dæma á þetta, en ok. Skref. Nei. Getur nú verið nokkuð saman á það. Já, mér fannst nú myndi eiga að fá vítakastinu megin, allavega fríkast. En það er stundu svona, ef þú öskrar ekki, þá fær ekki neitt. Nei. Það er stundu þannig. Og Sverri aðeins að láta í sér hann er ekki sáttur. Mjög ósáttur. Pinnonen. Og boltinn út í hornið. Þetta var ekki spurning. Kristján Hanna með sitt annað mark. Laumar hann að yfir hausinn á Benna. Aftur þetta konið 2 mörkum yfir 9-7. Og þeir ætla ekki að spila 5+1 vörn núna. Sissi er ekki inn á, þá fer hann á Strópus. Nú er Róbert á miðjunni.
Já. Okkar menn virka hálf svona ráðalausir. Já. Þeir hljóta hafa lent í því áður að með þessu tekinu umferð. Þeir sem hafa æft handbolta frá 5. eða 7. flokki, þeir hljóta hafa lent í því áður, þannig við verðum bara að leysa þetta. Já, já. Robert. Myndi, Robert. Já, út í hornið, Andra Snæ. Nei, Andri. Það var afleitt slút hjá Andra, hann leða bara skaut í Davíð. Það reiknaði með að hann myndi opna klofið. Og gestinni geta komist núna 3 mörkum yfir. Já, þetta var fínt spil og opnuðu vörnina. Pinnonen. Og Akureyringar núna aftur með fullmanna lið. Dómarinn aðeins fljóttir á sig þarna, en það er ágætt fyrir okkur. Já, við erum með hávaxna vörn núna. Brynjar Hreinsson kominn í þristinn. Hann er stór og sterkur. Pinnonen, skot í stöng. Þetta er ekki dagurinn hans. Elvar Ásgeirsson, laminn eins og harðfiskur. Og hvað dæma? Dæmduðu víti eða fríkast? Dæmduðu víti. Já. Ok, mér finnst þeir ekki vera að sanga með sjálfum sér báðum megin. Það er dæmt fríkust öðrum enn í vítakastinu megin, en við erum hlutur að í Pétur. Við erum það. Það er bara hannig. Við erum með eitthvað gleru sem kannski ekki aðrir eru með. Það er bara hannig. Þetta jafnast út af 60 myndum. Já. Árni Bragi, við vítakasti. Já, Benni er réttlætinu fullnætt, segi ég. Þetta var reyndar púra víti, en það þarf líka að vera hinum megin líka eins. Þetta var mikilvægt. Þetta var mikilvægt. Á þessum tímapunkti. Það hefur verið vontalandi á 3 mörkum undir. Já. Það kemur Sissi aftur á miðina. Strópus á miðinu svo er. Strópus er bæði miðjumaður og skytta. Þannig að hann hefur oft spilað á miðinu, gerði það í sínu heimalandi. Það reyndi Strópus að lauma minna miðina, Frikka tókst ekki. Frikki þarf að spila sig hans betur frían, ekki bara standa og bíða. Þarf að nota hennar mikla skrokk sem hann er með. Kemur Frikki, lendir í smá vandræðum. Kristján Orri kemur, myndi. Strópus, Sissi. Sjáu þið. Það er mikið, hann að koma loksins. Vel gert hjá myndi. Tveggja með þennan Brottisson. Og ég held hann að henda mér fríkast. Já. Jæja, ok. Ég veit ekki hvað við þurfum að gera til að hafa vítakast. Nei. Þarna er hann kominn á 6 metra næ, kominn í færi þegar hann lemur í hendina á honum og þetta er ekkert nema vítakast. En svona er það. Já, svona er þetta. En svo er bara að sjá hvort að Akureyringar ná að nýta sér liðsmunni núna næstu 2 mínútum. Já, það var. Við vorum ekki nógu góðir að nýta okkur liðsmunni í fyrra, mann ég. Nei. Það er eins og við værum eitthvað stressaði þegar við vorum einhverjum fleiri en... Það kemur ykkur, það er stundu þannig, pressan er meiri, menn eiga að gera betur. Menn finnst þess að þeir eigi að skora. Já. En þeir hafa ljótað að laga þetta í sumar. Já. Sissi setur upp í kerfi. Klippir Andra Snæ, Strópus kominn á miðina. Já, þetta er greinlega þauðlægt. Þetta er flott kerfi. Er þetta aðra 2 mínútur? Já, þá erum við 2 fleiri. Já, Árni Bragi fær 2. Hann lendi hérna svona aðeins aftan í Sissa, eins og ég segi. Þegar hún lendir á móti svona snöggum gæja, þá gerist eitthvað svona. Já, mér finnst þetta búið að vera að liggja svolítið í loftinu. Mér finnst þeir fastir. Já, ég sammála því. Og svona alltaf því tuttalegir. Aðeins fyrir skrifinu eftir, þannig að þetta var tímaspursmál. Jæja, þá var að sjá hvernig við nýtum þetta. Galopnum fyrir Kristján, ég er sammála þessu. Ef að einhver á að fá 6 metra færi þá er það Kristján Orri. Hann nýtir þau nánast alltaf. Og þeir eru ekkert að flýta sér. Hafa allan tíman í heiminum, eðlilega. Já. Kristján Orri hann er ekki nema 23 ára gamall. Manni finnst hann átt að vera eldri, hann búið að vera lengi í þessu, en þetta er frábær leikmaður. Eina andri tekur leiklið núna. Einstakt prúðmenni og frábær leikmaður. Kristján Orri Jóhannsson. Markahæstur í okkur með 3 mörk. Þú varst að tala um hann, Frikk áðan, hann er náttúrulega, hann er herðabreiður og á að
nýta sér það eins og þú segir. Já, sko það er náttúrulega stærsti kostur hjá línumanni að vera hraustur og sterkur á löpunum með lága þyngdarpunkt til að búa sér til stöðu og það eru erfiðustu línumennirnir og Frikki hefur það að. Þú varst að tala um, já. Það þarf svona að kenna honum aðeins meira að búa sér til stöðu. Þú varst að tala um gamla leikmenn á Sigur Sveinsson, þá finnst þér að tala um breiða leikmenn á manni. Ég held að breiðasti leikmaður Íslandssögunar í handbolta sé Birgir Sigurðsson, ískápurinn. Já, ískápurinn, já. Þess vegna eru þið ekki til breiðari. Og hann var með 2 titla, hann var ekki bara breiðasti, hann var líka sveitasti. Já. Þegar maður spilaði á móti honum þá var maður ekki, ég svitnaði nefnilega aldrei á mínu ferli, en ég var alltaf rennandi blautur eftir að spila á móti Bigga. En hrikalega var hann góður. Já. Þú hreyðir hann ekki frekar með símastur. Nei, þetta var svona maður með virkilegan haus líka. Já. Hann var oft teipaður alveg frá tá og upp í hurfil. Og haltraði hann á völlin en spilaði alltaf frábælega og hann var ekki mikið að kvenka sér sá. Nei. En Frikki það bara að læra þetta betur. Já. Staðan 8-9 fyrir Aftureldingu sem er 2 leikmönnum færri og þeir leggjast að í sókn. Já, nú eiga hotnamenn bara að hugsa ekki. Nei, strákar, þetta er náttúrulega bara brandari. Já. Þeir gal opna vörnina 4 á móti 6. Já. Þarna fannst mér auðvitað klikkaði Kristján en myndi klikkaði auðvitað líka. Hann þurfti ekkert að elta sinn mann. Við erum 6 á móti 4. Já, þetta er ekki boðið. Þetta er ófyrirgefanlegt. Opnum aftur, myndi. Já, setur hann, vel gert. Og það var að stilla upp, það er ennþá hálf mínúti að annar leikmæður kom inn á og 44 sekundur er hinn, hann Já, Sverrir húðskammaði Kristján Orra hana. Já. Sem er alveg eðlilegt, en ég endurteka að myndi átti að gera betur líka hana. Já. Og koma þeir ennþá 2 færri afturöldingamenn. Sækja fríkustinn, sem er skynsamlegt. Tefja aðeins leikinn. Hver sekunda skiptir máli í þessari stöðu fyrir þá. Algjörlega. Hotnamenn bara mega ekki leipa út fyrir sig, þeir fá hjálpina miðuna. Og þeir skora, ég get sagt ykkur það. Þetta er alveg hrikalega leiðilegt hjá okkar mönnum. Já. Fá á sig 2 mörk, 5 fleiri. Og 5 sekundur í að Afturelding sem er fullskipað lið. Myndi, flott bara Myndi. Setur hann. Þetta var harðfylgi, mjög gott. Hann sýndi að þraut sig og vilja. Slúkta þessu áður en þeir fengu alveg fullskipað lið. Já. Það er það sem handboltamaður, þú þarft að vera þrjóskur og þrautsegur. Ætlaðar að komast í gegn, vel gert. Segð mér þá, ég held að vörðin okkar sé skárri 6 á móti 6, þetta eru 6 á móti 4. Já, ég held það. Þannig að við fögnum því bara, við séum jafnmargi núna. Tæpar 3 eftir. Já, Pinnonen. Fyrri hálfleik. Birkir, Pinnonen aftur. Já, þetta er brot. Rétt, þetta er alveg hárrétt. Já, brot til Elvari. Engi spurning. Elvar, Pinnonen. Elvar gerir árás á Róbert. Birkir. Já, nú er vörnin að smetla. Já, hann missir hann. Strákar, nei, Já, fótur, jú, ég held að ég er sammála. Ég er ánægður með Róbert í vörninni, hann er að stjórna þessu flott þarna. Já. Róbert er flottu varnarmaður. Hann var valinn besti varnarmaður á opna norðlenska mótinu daginn. Og það er engin tilviljun. Nei. Hann er 21 ársins strákur og er framtíðar handboltamaður, bæði vörn og sókn. Já. Ofsalega góða varnarmaður. Hann fara þær í gang, hendin er uppi og þá þarf að telja sendingarnar, einhver annar heldur en ég. Nú var að standa þetta. Já. Stoppa. Hann verður að skjóta. Já, þetta var flott vörn. Já, vel gert. Eins og þú segir, mun betri 6 á 6 en 4 á 6. Þetta var skrítinn mínútur. Þetta var svona meira eins og júdó handbolti eða íslensk glíma jafnvel. Já, íslensk glíma, hann er því einhvern veginn. Já, Elvar vildi sína að hann væri sterkari og hefði átt að vera klókur og slepp honum bara en ákvaða að vipp honum svona tilbaka. Var þetta Ippon? Þetta var Ippon. Hann var með gulabeltið síðastur í vissi en fór svo í handboltan. Jæja, þá voru vinnu fleiri. Já. Og nú voru að nýta sér það. Nýtum okkur það.
Sissi á myndi. Sissi hendi kerfi í gang, staðan er 11-10 fyrir afturheldingu og það eru 1:45 eftir. Opnum, náðum ekki að opna hornið. Allt í gang aftur. Stropus á miðinni, Sissi kemur í skipt aftur. Þeir hafa ekki endalaust tíma. Sissi klippi fyrir Andra Snæ, Stropus í loftið, klippi fyrir Minde, Sissi aftur missir hann. Sjáu þið? Sko, þetta náttúrulega eru klára 2 mínútur. En þeir kunni ekki við að reka oftar út á. Nei. Þetta finnst með galli hjá dómunum, þeir eru með 2 búin að fá oft, þannig að ég skulle sleppa þessum. Taka miða því sem er einmitt. Men dómara með ekki hugsa svona, þeir eiga bara að reka út að ef það er 2 metra brotthúsum. Birki á mér sem byrjar að labba út á sagði. Þannig að ég vita að best sjálfur þetta voru 2 mínútur. En jæja, hendina það ennþá uppi. Stropur, já, línir hann í samskiptin nær. Þetta er gaman að sjá. Annar markið á Stropus. Þá eru mínúta eftir. Staðan er 11-11, hörkuleikur hér í K-heimilinu. Guðni komin að miðun aftur. Í afturheldingu, Birkir hægra megin, Pinnonen vinstra megin. Kristinn í vinstra horninu og Árni Bragi því hægra. Jón er á línunni, Pinnonen. Og sóknar heldur bara áfram. Guðni, gerir árás, Róbert, jarðar hann. Það reyndar ætlaði sér bara að fá fríkastletti. Guðni, Birkir. Jón eða sækir hann, Birkir, kemur í árásina, Pinnonen. Hann er með ótrúlega flott skot þessi drengur. Hann er með mikla skottækni. Þú veist aldrei hvort hann ætlar að stökkva upp, setja hann undirhandaræði í hausinn á þér. Hann tekur líka bara af skarið, þeir eru einu með 2 færri og slúttar þessu. Búin að gera það núna í öll skiptin. 10 sekundur eftir. Sissi sækir Andra, Stropus í lofti, Minde kemur. 5 sekundur. Þetta er, mér finnst þetta runningur en frá fríkast. Og leiktíminn er úti. Staðan er 11-12. Fríkastið eftir bara. Stropus tekur fríkastið. 5 rauðir í vegnum. Þeir eru einu færri í 5 sekundur í viðbót. Stropus hamrar hann yfir. Já, þetta var yfir. Staðan 12-11 í hálfleik fyrir gestina. Hörkuleikur. 2 flott lið og seinni hálfleikur verður eindómskemmtun. Já, ég hef trú á því. Við tökum okkur núna pásu og komum aftur eftir smástund í seinni hálfleikinn. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappa.
bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Come on, baby. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm always walking too fast, and everything is coming down on me, I go crazy, oh so crazy, living on my own. I don't have no time for the monkey business. I get so lonely, 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 yeah. Got to be some good times ahead. Sometimes I feel nobody gives me no warning. Find my head is always up in the clouds in a dream world. It's not easy living on my own, my own, my own. I don't have no time for the monkey business. I get so lonely, 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 yeah. Got to be some good times ahead. I don't have no time. Get ég verið bara svona? Jæja, velkomin aftur í
Fjórðu umferð í Ólafsdeildinni, seinni hálfleikur að byrja í leik Akureyrar og Aftureldingar. Við erum einu fyrir í 5 sekúndur, þannig að já, vel gert. Það voru 5 sekúndur í Aftureldingamanni, þannig að hann var bara keyrt beint í þetta og beint í kerfi og galopna fyrir Frikka sem að kloppaði Davíð. Jafna leikinn 12-12. Aftureldingamenn er búin að vera útæg 6 mínútur, heimamenn í 2 fyrir áleik. Guðni á miðunni. 12-12. Birgir, Guðni, galopna fyrir Jón Heiðar sem hvílir honum í horni. Takkar Bent fyrir sig og skorar. Já, hann nýtti sín færi vel. En fyrri hálfleikur var bráðfjörugur og mikil barátta hjá báðum liðum. Já, flottur leikur. Sverri kom aðsveifandi og las Róberti pistolinn fyrir þessa varnavinnu. Já. Róberti bara náfölur í framann. Þá koma heimamenn, Sissi, Minde, Strópus í lofti, Minde, Strópus, Sissi, 1-1 á móti Birki eins og oft áður í fyrir áleik. Það er fríkastið. Það fara óblíðar móttökur. Já. Svona er bara handboltinn, menn fá að finna fyrir því. Jú. Staðan 13-12 fyrir gestina. Andri Snær í horninu, Strópus. Fyrir árás, Sissi, Minde. Sissi, Strópus 1-1. Leggur ekki í hann. Minde kemur á miðjuna. Opna fyrir Andri fyrir ekki inn. Strópus aftur. Já. Það var svona aukaruðningur. Já. Aukakast, höfum við þetta bara. Hefði alveg mátt nema ruðningu á þetta. Einari finnst það allavega. Já, Einar Andri er ekki alltaf sammála dómurunum. Nei. Það verður að segja. Hann hefur eitthvað til síns máls. Já. Strópus var heppinn hana. En mistökin eru vissulega fyrir hendi og búin að vera í fyrri hálfleik. Já. Eðlilega. Þarna Sissi og lengi á búið að opna hornið. Sissi tók auka hreyfingu og þá lokaðist hornið. Það var vel gert hjá Myndi, hann opnaði, klippti vel við Sissa og opnaði, Sissi var á lengi að senda hann. Höndi komin upp. Sissi með gott skot og stoppar Davíð. Svona gerir maður þetta, þegar vörðin er há, þá setur maður bara undir. Já, vel gert hjá Sissa. Þetta er ekki besti leikur Davíðs í markinu sem er ágætt, ég ætla ekkert að jinxa þetta en eins og hann er frábær markmaður þá hefur hann oft spilað betur inn í kvöld. Hann átti að taka fullt á boltum. Guðni er ennþá á miðjunni, Birgir hægra megin. Og Pinnonen er vinstra megin. Já. Ég verð að viðurkenna, ég bara... Nú veit enginn alveg hvað dómarinn er að brasa en... Nei, ég er alveg útaka en það er nú... Hérna, Bjarki Bóasson sá eitthvað sem að enginn sá, ekki einu sinni samdómarans. Nei. Þetta er maður vítakast líka, þetta er sérstætt. Já, nú er ég ekki endilega mótmæla, en ég sá þetta þá misskost ekki. Svavar veit ekki heldur, við hugmyndum hvað var þetta en það er vítakast. Benni er búinn að vera ágætlega. Já, vel gert. Já. Benni ver þetta með hnésnum. Benni er tvítugur. Já. Gríðarlegt efni, búinn að vera að gæla við yngri landsliðin. Það er ekki bara að gæla við það, hann er búinn að vera að æfa með held ég að fara rétt með U20 liðinu. Einar Andri sendir Pinnonen hér í 5+1 og tekur Sissa út á meðan að við erum einu færi. Þá þurfum við að leysa þetta eins og menn. Myndi, Binni opna fyrir Andra Snæ, Andri Snæ kemur, Nei. Já. Jón Heiðar, þetta bara gerist þegar stór maður lendir á móti litlum og snöggum manni, það er bara þannig. Það er ekki alltaf sanngjarnt. Nei. Stóri manni kannski gerir ekkert mikið af sér, hann bara stendur en þetta lítur illa út þegar hún mætir lágvaxnari leikmanni. Þetta hefur við séð í handboltanum margoft. Og svona bara er þetta. Þú lendir frekar aftan í minni mönnum sem eru snöggir. Og fyrirliðinn sótt þetta bara vel. Andri Snær er eldri en 2 vetra í þessu. Kann öll trikk sín í bókinni.
Sissi, árum við 5-5 eins og góðum maður sagði, það er bæði liðin einu færri. Já. Og galopnastur í myndi. Já, hann skorar. Setur hann í klófið og kemur heimamönnum yfir 14-13. Þetta var vel spilað. Þetta var vel spilað, já. Vel list. Myndi er búin að vera að spila vel í dag. Þá taka áhorfendur vel við sér. Já. Það loknar allt inn í hausa Benna. Galopnaðist vörnin. Guðni lagði hann á hausinn á Benna. Sleikti á honum. Þá koma okkar menn. Nú er Binni vinstra megin. Strópus fær hvíldina. Við erum alveg að vera með fullskipa lið. Já, Binni í gegn. Áöppin. Davíð étur hann. Þá koma gestirnir á fleygiferð. Já. Brynjar Hólm Gretarsson. Hann er, ég hef þjálfað hennar strák og fylgst með honum með fallahengilökana. Þetta er algjörlega geggjaður leikmaður. Stundum finnst mann eins og hann þurfi bara að trúa því sjálfur betur. Já. Það er aðeins meira sjálfstraust en hann hefur allt. Hann hefur mikla tækni, hann hefur stökkkraft. Hann er náttúrulega mjög stór og hefur góðan leikheila, góðan skilning á leiknum. Já. Hann getur orðið algjörlega klassa leikmaður og verður það bara að halda áfram að vinna í þeim hluti sem hann þarf að bæta. Þá kemur afturhelding. Já. Binni og Róbert er í þristónum. Strópus og Kristján Orri í bakvörðunum. Andrisnær og Myndi í hornunum. Já, og Benni Vers. Skotið frá. Og þá kemur skotið yfir allan völlinn. Það er nóg fyrir mig að... Þetta leiddist áhorfendum ekki. Það er nóg fyrir mig að hrósa Binna, þá skorar hann þvert yfir völlinn. Skorar að 30 metra færi. Kemur heimamönnum aftur yfir 15-14. Þetta er... Og stemming í húsinu. Það er stemming, mjög jákvætt. Afturhelding í sókn, einu marki undir. Guðni lappaði fram hjá Kristján á ofnum skoti. Flott finta hjá honum. Guðni fyrir aftur á. Herri, hann tók sér bara kaffipásu. Og við missa boltan. Þetta er ekki tvígrinn, nei. Pinnonen að hæra horninu. Þetta var glæsilega slútað. Pinnonen alveg, þetta var skandall. Þeir voru búin að stoppa, missa boltan. Það er ásamt að skora. Já, þeir voru hefnir, en vel slúta hjá Pinnonen. Vissulega. Rétt heldur maður fyrir hann á hægra horninu, þá setur hann yfirleitt í gólfið fjær. Já. Markmenn bara hefur erfitt með að skilja þetta. Markmenn eru sér þjóðflokkur. Það er ekki hægt að kenna þeim að. En gott ef að setja ekki snúning á hann líka, það var flott slút hjá hann. Já, vel gert. Jafna leiki, 15-15. Sissi. Strópus, Myndi Strópus aftur. Sissi, þetta er allt og erfið skot. Andrisnær reyður fyrir hóttinu og skiptir í stöng. Tvö stangaskot. Óheppni, það er ekkert heppnin alveg með okkur sko. Þarna hefði hann fengið tvígripandi ekki hann. Hjarta hann að sleppa þeim á. Og Runingur. Þetta er einn næstu Runingur sem ég sé. Já, ég held að. Nálægt að fá 2 mínútur fyrir Runing sem við á. Og koma okkar menn keyrandi, Sissi á ferðinni, opnað fyrir Myndi, eftir fyrir loftið og setur hann framhjá. Mér finnst að horfa á Myndi svona líkamlegt aðgerð, það finnst mér eins og sér heillega orðið þreyttur. Já. Ég velti fyrir mig forminu sem hann er í. Já, hann er þá ekki mjög góð formið að setja hálfleikur en ekki löngu byrjaður. Hann reyndi að vinna með að þrífa bíla, en hann vinnur bara fram að hádegi, þannig að hann getur ekki verið þreyttur. Nei. Hann er fínn í að þrífa bíla. Já, hann þrífur það greinilega mjög vel ef hann er þreyttur á því, sko. Sérstaklega góður í felgum og dekkjum. Já. Þá kemur afturhelding. Birkir. Pinnonen. Þar á Kristján. Kristján tekur haustlega á Gunnar Mal. Setur hann út í auglýsingaskilti en allt innan löglegra marka, þannig að það er ekkert meira en bara fríkast. Vörnin er að halda ágætlega með okkur. Birkir klippir fyrir Gunnar, Birkir kemur á ferðinni, já, víti, já. Sterkar en Binni þarna. En 2 mínútur, já. Það má alveg réttlæta þetta. Já, allavega víti, já. Hann er alveg hrikalega hraustur Birkir. Já. Minnir margt finnst mér á
á Geir Guðmundsson. Já. Akureyring sem að fór í val og er núna í Frakklandi. Hann er svona stór og sterkur og það vont að verða fyrir honum. Minimal. Hann skorar. Kemur gestunum yfir 16-15. Það er ekki Etjamber. 8 mínútur, það er, jú það er. Það jafnaði 16-15. Það er allavega 15-15 á töflunni. Jó, ég held að það er 16-15 fyrir Aftureldingu. Koma heimamenn, Minde, Sissi. Og við erum einu færri. Nú er bara að leysa það. Ekki missa það fram úr okkur. Og Strópus. Ég skil ekki svona dómgæslu. Hann vill meina hann hafi verið búinn að taka. Já, menn dómar afsaka sig alltaf með þessu. Já. Hann stakk niður og hélt svo áfram. En ok, þetta er bara rangur dómur. En þegar hann útskýrir fyrir öllum í húsinu hvað gerðist. Já. Þá veit maður að hann hefur eitthvað á samviskunni. Það veit hann sjálfur. Minde, Sissi, einn Birki. Óheppinn. Erfið skot. Það er ekkert heppinn við okkur. Kemur Árni Bragi. Hann skorar allt og svona færum. Það er bara þannig. Kemur gestunum 2 mörkum yfir. Mér finnst Sissi verið að taka aðeins og erfið færi núna. Já. Það er búið að ít honum, svo fær hann smá frið og hann skýtur hann í staðinn fyrir að spila bara boltanum. Við getum fengið betri færi og höfum gert það hingað til. Það er ótrúlega að taka svona erfið færi. Og nú þurfa menn að vera skynsamir og halda hausnum, það er nóg eftir og en missa umfram allt ekki Aftureldingu fram úr sér fleiri mörkum. Það var slæmakaflan sem stýrstan. Strópus, Minde, Sissi. Já. Þetta er erfitt einu færri. Já. Sissi, sækir fríkasti, skynsamlega gert. Þá verðum við jafn margir. Frikki kemur á línuna. Strópus á miðinni, Sissi vinstra megin. Nei, þetta er svo fyrirsjáanlegt að það hálfa væri nóg. Dæmir ekkert. Þetta fannst mér. Árni Bragi fer hann í hraðuplaup, klálega brotið á honum, en dæmir ekki neitt. Mér fannst þetta rangudómur. Já. Glæsileg sending niður í horn. Nei. Kristján Orri setur hann upp í rjáfur. Hlýtur að hafa verið blautur boltinn. Einar Andri fær guldspjald. Ég skil Einar Andra á vel. Mér fannst þetta að vera púra víti. Þá verður það að gefa 2 mínútur líka. En þetta er ekki fyrsti rangidómurinn, en þetta leggst beggja megin. Svo ég sagði fyrir áleik, þetta jafnast alltaf út. Já, þetta jafnast út. En þarna fannst mér persónulega, ég er kannski leiðilegur, en mér fannst dómarinn vera að jafna út þegar hann tók markið á okkur. Það fannst við ekkert inni. Það er hættulegt þegar dómarinn fær í þann leik. En það er erfitt að dæma handbolta, þetta er hratt. Mikið af reglum. Mikill hraði og... Áfram með leikinn bara. Birkir. Finnonen. Elvar er komin hægra með núna. Finnonen. Elvar. Treður sér á það milli eitthvað. Elvarinn. Þetta er bara víti. Minni teik. Þetta er ekki flókið. Réttu dómur. Komst þarna á milli Strópusar og Andra Snæs. Þetta er það sem gerist. Andri er bara hræddur að opna hornið og reynir bara frekar að passa hornið að maður fari ekki. Þá opnar svo víti eitthvað. Gunnimal skorar. Kemur þeim aftur í 3 marka fórstu. Já, það er 3 marka fórstu, 18-15 og... Nú þurfum okkar menn að stoppa lekan. Nú þurfa þær að finna taktinn. Nú hljóp Einar Andri hljóp 20 metrarna á 3 sekúndum og sennilega röng skipting hjá Andri. Já. Kannski er hann í betra líkamlega formi en ég segði fyrir áleik með að þennan sprett. Hann hefur verið hringt í hann og svona sagt frá þess að hann var að sýna okkur að þetta væri algjörlega rangt hjá þér. Hann er sennilega verið í 2-3 peysum í fyrir áleik. Þess vegna virkaði hann svona þéttur. En þarna fá heimamenn 2 mínútur og þeir missa líka boltan sem segir okkur það að þeir hljóta að hafa skipt vitlaust inn á, hljóta að hafa verið 8 inn á vellinum en Sverri er mjög ósáttur þannig að ég sá þetta ekki nógu vel. Nei. En með viðbröðinni Einar Andra þá var eitthvað skrítið í gangi. Já, og þeir hafa séð það á rittaraborðinu og
Og þetta niðurstaðan og líklega hefur það þá verið rétt. Já, þetta pottet rétt sko. Þannig að þetta heitir bara klaufaskapur. Já, þetta náttúrulega... Og missa mann út af, missa boltan og geta komist núna 4 mörkum undir. Við vorum klaufar í Eyjum, Sverrir tók leikli þegar við vorum að skora jöfnunum markið. Það er náttúrulega bara óefni. Flestir þjálfara hefðu tekið þetta leikli. Þannig að ég ætla ekki að kenna Sverrir það. En svona mistökum mega ekki gera. Nei. Við erum í brekku akkur í leiknum og að lendi svona alveg fáránlegt. Boltinn inn á línuna og þetta var ekki vandamál hjá Jóni Heiðari. 19-15, gríðarlega klaufalegt hjá Akureyrarliðinu. Við vorum á leiðin í sókn. Staðan fyrir að minnka í 18-16, þá missum við mann út, þá missum boltan og fáum mark í andlitið. Þetta er dýrt. Myndi í miðinni, Andri vinstra megin, það er eitthvað kerfi inn í gangi, Sissi hægra megin, Kristján Orri á horninu, Myndi vinstra megin, hægra megin, Sissi fær hann, kemur Andri, heppinn hérna að fá fríkast, Birkir bakkaði bara undan honum. Já. Akureyri einum færri í 47 sekundur viðbót. Rikki leysir inn. Og þeir þurfa virkilega núna að þreyja Þorran til þess að ná að láta Aftureldingu ekki verjast og fara í hraðupphlaup og koma 5 mörkum yfir. Það væri fíkald að lenda 5 mörkum undir. Þeir verða að fá mark núna. Hendin er komin upp, ein sending. Andri Snær. 2 sendingar, á Myndi og Sissi gegn. Það er vítakast. Já. Soft en samt örgla rétt. Hann er kominn á 6 metrana í dauðafæri og það er hangið í honum, þannig að... Þetta var vel gert. Þetta var vel gert, klaufalegt hjá Aftureldingu þessar. Einar Andri að skipa sínum mönnum að nýta, það eru 13 sekundur í manninn í Akureyri, hann er að segja að maður hypja sig fram og nýta þessar 13 sekundur. Ekki vera að svekkja sig á vítinu. Andri Snær á punktinum. Valvers! Andri klikkar á vitinu. Ekkert öðru sem það á pinnan en bara grípur boltan. Staðan er 19-15, hann stendur á töflunni 19-17. Það væri óskandi. Boltinn inn á línuna og Guðni Márs. Pinnonin galopnar fyrir Guðna. Klukkan er í ruglinu, það er ennþá 13 sekundur í Akureyrar leikmanninn. Og það er komið 2 auka mörk á heimaliði, þannig að þetta er allt í rugli. Staðan er 20-15. En núna finnst mér að þjálfararnir hjá heimaliðinu verði að gera eitthvað. Taka leikli, það er... Ég held að staðan sé 5-0. Það var 15-15. Aftureldingar á 5-0 rönni og mér finnst þjálfararnir okkar ekki hafa nein svör. Nei, það er ráðaleysi. Því miður. Mér finnst mjög skrítið að taka ekki leikli núna. En ok. Binni komið vinstra megin. Já, jafnt í liðum og nóg eftir svo sem. Já, nóg eftir, sissa miðinni. Myndi. Já, þetta er svona gráu svæði á Myndi þegar hann klemmir. Sérðu, þarna verður Frikki að búa sér til meira svæði. Þetta er skólabókardæmi sem Frikki á að halda Jóni Heiðari aftan við sig. En hann notar ekki skrokkin og Jóni Heiðari er að slá í boltan. Akkurat. 20-15. 14 mínútur liðnar seinni á leik. Já, ég ætla að segja þegar Myndi er að taka þessa klippinguna miðjuna, hann klemmir varnarmanninn. Þannig að segja, hann klemmir hendina á honum og dregur hann með sér, en er svona gráu svæði. Já. Kemur ekki óvart þá er þetta enda á þetta eftir. Já. Binni, Myndi, sjáu þið, Binni aftur í loftið. Já, það er langsók, Binni með geggjaskot. Hamrar hann í netið, en það var dýrmætt mark. Langt síðan við höfum skorað. 20-16. Kærkomið mark. Já, ég vil bara að hvert einasta mark fari í sjálfstraustbankann hjá Binna. Já. Hann verður að trúa í sjálfu hvað hann er góður í handbolta. Elvar er á miðjunni, Elvar fyrir hægra megin núna. Birkir í loftið. Það var að ganga út í Birki alveg í 12 metra. Elvar, Birkir, sjáu. Þetta er það sem við verðum að gera. Gefa Birki ekkert pláss. Nei.
Elvar setur hann. Arnar Fylkisson komin í markið ef Akureyri. Búinn að fá þessi 2 mörk. Benni var aðeins vann að dala en ég hugsa að Benni komi fljótlega aftur inn á samt. Já. Við söknum auðvitað Tómas Ólusson sem meiddist í Vestmannahöfn. 21-16. Binni kemur á þetta. Sjáu þetta dreng. Vel gert. Þetta sér að segja. Hann getur gett þetta lima ennþá meiri krafti. Binni alveg hrikalega góð leikmaður, eins og ég segi, með að hann stór. Hann eins og Peter Crouch. Hann ótrúlega teknískur þó hann sé svona stór. Já. Það oft með stærstu mennin í handboltanum að þeir eru ekkert tæknitröll. Nei. Binni einn af þeim sem með gríðarlega tækni. Birkir. Já. 17-21. Og Arnar varði. Já. Mér fannst nú vera brottið á Birki þarna en við tyggjum þetta saman. Góð sending og þetta hljótt að vera. Já, víti. Og Tvær, já. Ég verð nú að segja að Árni bara var óheppinn þarna. Hann ætlaði ekkert að gera þetta. Nei. Hann einhvern veginn bara kom á ferðinni og náði ekki að stoppa. Já. Býður andra þarna fyrirgefningar en þetta var sennilega réttu dómur. Þó það hafi alveg verið óvart. Já. Það nú stundu dæmt á það sem alveg óvart. Algjörlega sko. En það hann mest svektur við sjálfan sig sínist mér. Já. Hann Árni Bragi. Og Birkir Benediktsson vill ræða þetta eitthvað nánar. Já, ég skil Birki. Það var brotið á honum. Nokkuð hart. Já. En þetta dæmdi ekki neitt. Mér finnst. Já. Nei, en ég skal segja ykkur það. Nær frákastinu en klikkar aftur. Þetta svo dýrst. Já. Það þessi litlu atriði, litlu skipting, klikka á vítaköstum. Já. Og ég verð að segja, ég skil ekki taktíkinni á Akureyri í vítaköstum að það aldrei neitt í frákastunum. Nei. Það bara vítaskiptan og resti fyrir aftur á teig. Já. Ég skil ekki hvað menn þetta fótins. Nei, það eitthvað á bakvið þetta sem þjálfarnir sjá hann ekki við. Þetta eitthvað sem ég botna ekki og hef aldrei botnað. Nei. Það koma alltaf nokkuð fráköst í leik og það alveg að mynda líkur á sóknarliðin á eins og varnarliðin. Þarna fær Birkir vítakast, vel gert hjá honum. Spólar sig í gegnum vörnina og fær vítakast. Tæpar 17 mínútur búnar á seinni hálfleik í þessum leik. Og Afturelding fær vítakast einum færri, það nú eiginlega búið að vera svona saga leiksins. Við erum betri í vörnarhitlið, fullt manna, það bara hannig. Arnar tekur þetta á í náðu frákastinu. Þetta var eitthvað. Já, frábært hjá Arnari. Binni í lofti. Þetta er Binni skotið. Já, það var þetta fótur á mynda rétt. Þetta er réttu dómur. Já. Þetta er réttu dómur, en þetta var ekki skynsamlega skot til að Binna. Nei. Einu fleiri. Og hann tekur svona erfið skot. Já, það er bara það sem að... Já, ég meina Binni var heitur, búinn að skora 2 röð. Þá var allt í lagi að menn skjóti. Já. Það verður bara að fyrirgefa það. Já, það er nú svona þema leiksins hjá okkar mönnum því miður. Það er óskynsemi. Já, sammála því. Birkir, Innonen. Þessi gæi. Já. Flott mark hjá honum. Já, flott. Mjög vel gert. Útrúlega sterkur leikmaður. Fimm marka forysta. Heimamenn í sókn. Nú fer að það vera erfitt. Já. Andri Snær fyrir boltann, nú skjótar hann. Nei, Andri Snær. Hann hefur átt betri dag. Hann Andri Snær. Það er alveg þannig því miður. Já. Frábær leikmaður með frábært hugafar en þetta er ekki hans dagur. Það er eins og þannig að ég er svolítið hissa á því að Akureyri er ekki með neitt annan vinstri hornamann í hópnum. Nei. Það er engin vinstri hornamann á bekknum. Og ég er svolítið hissa á því vegna sem við eigum fína unga leikmenn í þessa stöðu. Já. Þetta var bara að það nefndis ekki og ákvað að skora. Já, skora maður. Já, við erum með fína leikmenn eins og drengur sem heitir Birkir Guðlaugsson sem er vinstri hornamaður, gríðarlega öflugur leikmaður. Og ég hef fylgst spenntur með honum og ég er svolítið hissa til þess að hann sé ekki á hópnum. Já. En við erum ég heldur séum með 2 línumenn á bekknum. Og já, þetta finnst mér, ég hef svona aðeins klórað mér í kollum í þessu en Sverri og Ingimundur örugglega með
góð rök fyrir þessari Já, ákvörðun sína hugsun, já. Ég er hugsi yfir þessu. Já, menn eru stundum hugsi. Og það er eðlilegt í þessu. Þó Andri sé frábær leikmaður, það var ekki alltaf stólan í alltaf frábæra leik, ekki frekar en Guðjón Valur einhver annar. En ekki frekar en nokkur annar, það er alveg þannig. Ég er svolítið hissa að vera ekki með backup í alla stöður á bekknum. Já. En staðin er 23-17. Afturhendingar 8-2 rönni. Það er bara þannig. Og þetta er líka þannig að þegar það gengur illa í leiknum þá er erfitt að spóla sig upp úr. Ef þú nærði ekki einhverju tveim atriðum þá er það erfitt. Þá er sjálfstraustið ekki með. Sammála því. Mér finnst þetta leikli að koma grunnsamlega seint hjá okkar mönnum. Já. Ég hefði viljað sjá það fyrr. En þetta er ennþá séns. Já, þetta er ekki búið. Það eru rúmar 11 mínútur eftir. Munurinn er 6 mörk, en það þarf líka allt að ganga upp núna. Já. Spurning hvort við höfum að brjóta upp vörnin okkar, fara í 5+1 eða 4-2 eða eitthvað slíkt. Taka smá sénsa, vegna þess að Afturelding er búið að galopna vörnin núna trekk í trekk. Já, það er ekki að verða miklu að tapa hér eftir, þannig að það er vonandi finni leiðina. Við verðum að vinna boltan og fá auðvelt hraðupphlaup ef við ætlum að eiga séns. Binni í loftið, Bindi, Sissi. Það vantaði bara kraftin og ákveðnina hana. Já. Við erum líka, það er annað í þessu, við erum að spila á sömu 8 eða 9 mönnunum. Já. Sýnistu vera með 1, 2, 3, við erum með allavega 4 ónotaða varamenn. Menn Afturelding hefur dreift álæginu meira. Þetta tók vörnin og frábær sending fram sem að endar með marki. Já, Árni Bragi með markið. Núna er það bara komið í ljós, Afturelding er búið að dreifa álæginu á sína leikmenn og þeir eiga bara meira eftir í vopnabúrinu. Já. Við erum búin að vera að spila nánast á sama liðinu allan leikinn, nema við skiptum með vörn og sókn. Binni hefur aðeins leyst af en, já. Mér sýnist bara núna munun og liðinu vera sá að annar liði á nóg eftir. Og hittir bara þreytt eins og þessi detta hjá Brynjari. Já. Hún var mjög þreytuleg. Já. Þannig að sem dæmi verð ég að nefna að ég, eins og ég sagði hérna áðan, mér finnst Myndi hafa verið ansi þreyttur í byrjáleik og við erum með frábæran ungan strák sem er held ég 19 ára gamall, Hafþór Már Vignisson á bekknum, sem er einn efnilegasti örfindi leikmaður landsins. Og hann vel frá Frikka. Vel gert þarna, vel gert hjá Sissa. Barátta. Já, þú ætti að segja að... ég bara, þú veist, Myndi er þreyttur, hann er ekki bara að vera góður í seinni hálfleik. Af hverju fær ekki, leyfum ekki mönnum að spila. Sammála því. Það er 8 stóðnir Kristján, setur hann, vel gert. Gott mál. Kristján er búinn að vera frábær í dag. Já. Það er bara þannig. Ég myndi... Jafnvel Arnór. Já. Arnór. 9 mínútur eftir og Afturelding í sókn. Þannig að nú alveg frábær leikmaður. Myndi, setur hann í hornið, Kristján fer inn. Já, vel gert. Fór inn á demantinum og treysta bekknum til þess að dreifa álæginu. Já, það er ekki kannski fyrir áleik. Það er ekki neina að tapa hér eftir í þessum leik. Nei.